Hingað komið Jón Danielsson frá London School of Economics. Sæll Jón, komin til landsins hérna. Ég ætlaði nú að tala við nokkra punkta hérna. Eitt sem var rætt hérna í síðasta þættin og var mjög umdeilt. Það spurningin hvað Íslendingar þurfi þessi lán sem við erum að fara að taka. Stendur til boða að taka. Ég held að lágmestarlítið þurfi ekki að þessum lánum að halda. Það sem skiptir máli þá við vitum að erlendar skuldsetningar Íslenska ríkisins eru kringum 20% af þjóðarframleiðslu og kom fram í vikunni og það þarf að koma með einhverja peninga, það að milli 1 og 2 milljarðs evra í lok næsta árs og árið þar á eftir og það eina sem við þurfum. Allir þessu pakki frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum sem 56 milljarðar dollara, það ekki peningar sem við þurfum að halda. Þannig að það eina sem þarf að halda að geta endurfjármagna lánin í lok næsta árs. Það eini lánin sem við þurfum að halda. Já, og það miklu lægri tala heldur en allir þessu pakki frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum. En nú hafa menn talað að vera að taka lán til þess að efla gjaldeyrisforðann og fleira slíkt. Ég skil ekki alveg hvað gjaldeyrisforðið sem tekinn að láni, hvaða vernd hann veitir. Það að segja, Íslenska ríkið þarf að geta greitt af sínum erlendu lánum. Við höfum nógu mikið af útflutningi til að geta fjármagnað annan innflutning og það ekki þörf á, það ekki þörf á öðru fjármagni. Varasjóður sem tekinn að láni, hann virkar ekki sem varasjóður því að það borga alltaf af því aftur. Þannig að ef í Seðlabankanum hefði borin gæfa til fyrir hrunið að safna upp alvöru varasjóði, að þá vernd á honum, en það ekki vernd af varasjóði sem tekinn að láni. En þannig að þú ert sammála Alex Júrsevski hinum umdelda manni sem var hérna í síðasta þættinum að við eigum að varast það að taka meiri erlend lán. Ég held að það eina sem við þurfum að passa upp á það að geta endurfjármagna það sem þarf að endurfjármagna í lok næsta árs. Það þarf ekki meiri peningum að halda. Og í raun og veru held ég það að ef að Íslenska ríkinu ef þeir halda vel á spilunum að þá geta fengið sér peninga frá honum alþjóðlega fjármálamarkaði og þurfi ekkert á því að halda fátur frá Noregi eða Alþjóðagjaldeyrissjóðnum hvort þau er. Já. En skuldastaðan náttúrulega ekki sérstaklega góð. Ég held að það fyrir mér merkilegustu fréttir sem ég sé lengi voru tölunar skuldsetningu Íslenska ríkisins núna í vikunni og kemur í ljós að erlendar skuldir ekki nema kannski kringum 20% af þjóðarframleiðslu. Innlendar skuldir og ef við tökum allt saman það sannast innan við einstakir þjóðarframleiðslu. Ef við skoðum til þess lönd sem eiga erfiðleikum í dag, Grikkland, Írland, Spán, Ítalía og önnur lönd, þau eru miklu verr stödd skuldalega þannig að ég held að við Íslendingar höfum komið út úr þessari kreppu miklu betur heldur en á horfðist fyrir 1,5 ári síðan og við erum að koma út úr þessu tildur að vera skuldsett og raunar það sem komið mest óvart í vikunum var það miðað við hvað Íslenska ríkið lítið skuldsett, af hverju skuldatryggingar álagið, af hverju erlendir útlensku markaðnir ekki tilbúnir að lána okkur á miklu betri kjörum og það held ég að sé kannski og hefur hugsað mér kannski af því sem að kalla pólitísk áhætta. Já, pólitísk áhætta, það sem ekki raunverulega áhætta á því að við borgum ekki heldur eitthvað sem þeir meta sem pólitísk áhætta. Bill Clinton sagði fyrir 15 árum síðan að þegar hann dæi og myndi endurfæðast þá vildi að koma aftur sem alþjóðlegur fjármálamarkaður því að það væri öflugasta aflið í heiminum. Já. Þetta eru þeir sem eru að horfa á það að hvort að einhver aðili horfa algjörlega kalt á það getur land staðið við sína skuldbindingar eða getur það ekki. Nú þeir að líta á Ísland og þeir að segja ef við höldum það að Íslenska ríkisstjórnin hafi náð tökum á vandamálinu þá erum við tilbúinir að lána þeim á mjög góðum kjörum. Það að við séum einhvers staðar uppi með Zimbabwe, Argentínu og Kazakstan, það þýðir það að þeir hafa mjög litla trú á íslensku atvinnulífi. Það sem og þetta kallast pólitísk áhætta, því að þeir sjá þessu vandamálum að það verið mikið gjaldeyrisöft sem sýna að það verið mikið fullkomna stjórn af vandamálunum. Menn eru að hringla með skattana fram og tilbaka, það ekki trú að það að við munum ná tökum á ríkisútgjöldunum og það hætt á það að við munum enda kannski í slæmri kreppu sem að skuldir ríkisins muni haldur aukast meira og meira og það getur valdið vandamál til framtíðar. Þeir treysta ekki því að Íslenska ríkisstjórnin hafi tök á vandamálum. Það pólitísk áhættan. Það pólitískt vantraust. Það pólitískt vantraust á Íslandi sem veldur því að við höfum ekki aðgang að fjármálamörkuðunum. Það ekki of mikil skuldsetning. En við erum að komast betur út úr kreppunni en áhorfðist. Við erum að koma alveg útrúlega vel út úr kreppunum í upphæðum fyrir 1,5 ári síðan þetta gerðist allt saman. Þá var Ísland það land í heiminum sem kannski var hraðast fyrir áhrifunum og kannski hrundi mest. En nú erum við að horfa það að þjóðarframleiðsla á Íslandi ekki að minnka miklu meira heldur en til dæmis í Hollandi og slíkum löndum. Með Litáen þá erum við að horfa á 20% samdrátt í þjóðarframleiðslu þannig að ég held að Íslendingar erum að sleppa
alveg ótrúlega vel og það sem gerir það verkum að við erum að sleppa ótrúlega vel náttúrulega fyrst og fremst það að gengið hefur fallið svona mikið og það gengið fellur, það hjálpar til atvinnulífinu og hins vegar það að bankakerfið það var orðið óeðlilega stórt þar að segja við vorum komnir með það sem kallast hollenska veikin sem þýðir það að með stóran geira hann sogar til sín allt atvinnulíf, hann sogar til sín allt fjármagnið þannig að önnur fyrirtæki í landinu get ekki keppt við hann að gera. Þegar bankarnir hrynja þá er alltaf verkfræðingarnir fannar að vinna verkfræði og lögfræðingar að starfa fyrir fyrirtækin. Þannig að það hjálpar svo mikið að bankarnir sé ekki þarna, það hjálpar atvinnulífinu. Og þetta allt saman læra gengi og það að heimskreppan ekki að vera heimskreppa heldur, við erum fara miklu betur út og það hjálpar alltaf Íslandi. En sko, þú ert að skoða, veit ég, og skrifa mismunandi sko tegundra kreppum og það eru kreppar sem eru svo vaff og kreppar sem eru svo og kreppar sem eru svo ell. Já, það er að segja, það eru þrjár típur kannski af kreppum. Vaffkreppan er það að land fer niður mjög hratt og skoppar upp strax aftur. Það er Asíukreppan og það er orsakað því að landi missir fjármagn mjög hratt, fyrirtæki fara á hausinn, verðsmunurinn ennþá til staðar og síðan kannski þetta hálft ár og þá koma peningur aftur í landið, fyrirtæki opna með nýjum eigendum og framleiðslan ríkur upp aftur. Þetta er það sem menn var sagt að vera að gera á Íslandi, þetta er ekki okkar ástand. Næsta típa kreppu er kannski það sem kreppur. Land fyrir niður, helst niður í 4-5 ár og fyrir upp aftur mjög hratt. Finnlandi dæmið það. Þar hefur orðið raunveruleg eyðilegging á framleiðslukröftum landsins, bankarnir fara á hausinn, mikið af fyrirtækjum vera gjaldþrota og það tekur miklu lengri tíma að vinna sig upp úr þessu. En versta típan af kreppun er ellkreppan sem Japan hefur lent í og Argentína lendir í. Það er að samlandaðar fyrir típunum af kreppun, það er eitt sem bætist við. Ef að ríkið er of skuldsett og það er kreppa, það þarf að geta borga át ákveðna hluti, það þarf að geta haldið við velferðarkerfinu, greitt að lánunum sem er svo framvegis til þess að geta gert að þurfa að auka skatta. En af því að efnahagslífið er alltaf að fara niður á við, þá er alltaf eldast við að auka skattana meira, að halda ríkisútgjöld upp ef þeir ná aldrei jafnvægi. Þannig að ríkið verður skuldsettara, þannig að þetta verður svona spírall niður af við sem aldrei vinnst úr. Hættan er svo að ef þeir ná ekki tökunum á skuldsetningu ríkisins, ef þeir ná ekki tökum á ríkisfjármálunum, þá getum við endað þar. Þá getum við endað þar í ellkreppu. Í ellkreppu, þar sem mun aldrei vinna ykkur upp úr þessu því að ríkið mun aldrei geta náð að vinda ofan á skuldunum. Þess vegna er það svo mikilvægt núna í ár að ríkið passi upp á það að þeir geti búið til fjárlög sem sýna fram á raunhæfa niðurskurð og að skattleggja ekki of mikið sem passi upp á það að ríkið geti komið út úr þessu eftir 1 eða 2 ár tiltölulega vel statt því að ennþá lítur þetta tiltölulega vel út en það geti fara versta veg. En við eigum möguleika á að fara í vaff? Vaffi gerist ekki því að við erum þegar búin að vera niður 1 ár en við eigum möguleika því að vera svo Finnland að vera í kreppinu sem tekur sér 4-5 ár. Já. En hérna það er náttúrulega skiptir miklu máli í þessu að alþjóða kerfið er svona í skárra ástandi en menn héldu. Það hjálpa gríðarlega mikið til að þeim sem stýra efnahagskerfum á Vesturlöndum, þeim var svo gæfa til að grípa til algjörlega réttra ráðstafana fyrir 1,5 ári síðan. Þeir settu lausafé inn á markaðina, þeir örfuðu hagkerfin sín, sem öllu því að löndum sem Bretland og Þýskaland eru núna eiginlega komin út úr kreppunum, Bandaríkjunum er mjög nálægt að koma út úr kreppunum, sem því það eftirspurning fyrir íslenskum vörum og hún er miklu sterkari heldur menn óttuðust og af því að gengið fallið svona mikið þá erum við samkeppnishæf þannig að þetta hjálpar allt. En þú segir að menn hafi brugðið, þetta hefur náttúrulega verið gagnrýnt hvernig menn dældu peningum inn í banka og inn í fjármálakerfið, en þú segir að það hefur rétt. Það er hérna, ég held að það sem menn gerðu var það þeir horfðu á mistökin, hvað gerst á 1929 sem bjó til heimskreppunnar miklu og þau sagði við ætlum ekki að gera þeim mistök, þetta er bara listi, við ætlum ekki að láta bankan vera gjaldþrota, við ætlum ekki að láta peningana draga saman, við ætlum ekki að örvekja hagkerfið og svo framvegis. Þeir gerðu nákvæmlega það sem menn gerðu ekki árið 1929 og það bjargaði heiminum frá því að það var heimskreppa núna. En hefðum við kannski getað komist frá hjá hruninu með því að dæla peningum inn í glitti? Við gátum ekki því okkar aðstæður voru miklu verri. Ég er nokkuð sannfærður að íslensku bankarnir hefðu orðið gjaldþrota jafnvel þó að það hefði ekki orðið hrun á alþjóðlegum fjármálamarkaði. Það hefði kannski gerst seinna en íslensku bankarnir sem vitu núna hvernig voru reknar og hvernig lánum svo framvegis. Þeir voru mjög óstöðir og ég held að þeir hefðu orðið gjaldþrota hvort þeir. Jón, ég þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn.
fáum hér Jakob Frímann rétt á